En Matti, sigur í rosalegum leik sem kom bara á eftir. En það rosalega leikir í þessari serju. Rosa gaman að það ekki? Þetta bara mjög skemmtilega serjum sem ég spila. Þú veist, já, ég hugsa bara að þetta sé skemmtilegasta serja sem ég spila. Það valsliðið var alltaf ekkert eðlilega gott og við erum úgeðslega góðir að hægja á leiknum. Við erum fastir fyrir, við erum upplifið verðarlega. Þetta var bara eitt skot hér og þar, 2 stig vel upp í lokin núna og dreifa boltanum vel. Stutt á milli en ég hrikalega ánægður að klára þetta. Mikið af tilfinningum, spila á móti gömlum félögum og kannski bara núverandi félögum og eitthvað svona í þessu serju? Já, þú veist bara, við erum hérna megin en ég hef fundið það í gegnum seríuna að þetta virðist áhorfendur, fjölskyldur, allt það virðist að taka þetta mjög meira inn á sig heldur en leikmenn. Auðvitað er þetta, heyrir maður umtalið og allt það en þegar maður í svona punch for punch leikjum þá er maður ekki mikið að pæla í. Þannig að ég vorkenni aðalega bara mömmu mínu og pappa og öllu þeim, þau eru bara taug og hrúgur á milli leikja. Þú hefur náttúrulega reynsluna því að fara í annan lið og spila á móti uppveldisfélagi þínu og mörgum félögum, skilur. Heldur það hafa eitthvað hjálpað þér í svona þessu eða? Já, jú, það má vel vera, sko. Ég horfði nú alltaf það, ég fekk nú alltaf tölvöld meiri ást frá bara káningun þegar ég var í hér heldur en var að gerast hérna. Þannig að ég kannski ekki alveg í situationi en ég bara, öll athygli hitt mér vera góð og út sem slæm eða góð, þá notar maður hana bara og við náðum svo sannlega að nota miðjuna núna. Ég man ekki eftir því að miðjun hafa mætt svona áttalega úrslitum maður. Þannig að við erum mjög ánægðir með það og ætlum að halda áfram að spila bæði fyrir þá og okkur og taka mæntalega á móti Keflavík það verður hörku sér, þannig að við erum bara kemur tilbúin með það. Og þetta, ég menna, hvað ég segja, þú kemur átt, þú veist, ferði hérna 8 leik með IR, kemur heim í KR og það engin úrslitakeppni í fyrra og það ekki, hlýtur að vera svona létt að fá núna að stýra leiknum og keyra á stað inn í úrslitakeppni. Bara allt annað líf, sko. Þetta er 4. leikur 5 í röð sem ég fer í úrslitakeppni, það virðist bara geta komið inn í leikum. Þannig að þessi tilfinning er yndisleg að þegar maður var yngri og hann var svona stressaður yfir, núna er þetta bara algjör spenning, bara maður er spenntur. Það er mjög ánægilegt að einhvern veginn maður er alveg careless í þessu og undirbýr sig bara vel og svo bara gerist það sem gerist, maður brosir í gerðinu. Þannig að þetta er, já, maður gleyma hversu ógeðslega gaman þetta er og ætlum að halda áfram að fá að spila og hafa þetta. Frábært, takk fyrir og gangi yfir.